Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin til þessara stundar sem Guð veit hvert muni leið okkur, en við ekki fyrir þá í lok stundar, en að því að við erum áhuga sömum orð Guðs og það sem hann sér dagstælega, þá ætlum við að hlusta bara til enda. Og við ætlum að nema, við ætlum að fræðast, við ætlum að gera því góð skil sem að hér kemur fram, því að það viljum við gera sem kristið fólk. Og kristið fólk fagnar yfir hverri setningu sem að innblásin er anda Guðs og menn veiklast ekkert í því. Þetta hingað til hefur haldið þeim á floti sem kristnum manneskjum og þannig verður þetta víst áfram. Þannig að þú sem ert í bátnum með drottni, þú skalt líka leggja eftir orðunum hans þegar þau berast. Og ég þarf kannski að endurtaka það einu sinni, en þetta snýst ekkit menn, hvort sem ég eða þú. Þetta snýst það að drottinn fái að nota þá mannesku sem að fyllti heilugum anda. Það er alltaf sama áhöfnunarefnið, það er Jesús og ég. Og þegar við erum komin á þennan stað í lífi okkar, trúarlífi okkar, þá skiptir engu máli hvaða fólk er í kringum okkur. Við getum ekki fallið og staðið með mannesku og ef eitthvað gerist þar, þá gerist eitthvað í okkur líka. Hvers slags trú er það? En margir er ekki þar. Af hverju? Af því að menn eru kannski alltaf að leita að einhverju fyrirmynd í mönnum. Þessi tala rosalega vel, þessi er alveg æðislegur þetta og hitt, en svo er hann farinn og hvað fóru margir með honum? Þetta er ekki svo Guð sem ég þekki. Þú og Jesús saman, sama hvað gengur á, þið haldið áfram að starfa saman. Þú nefnilega hefur lært að blína á Jesús. Og það er ræðan sem við verðum að innprenta í fólk, hamra á við fólk, og þetta er ræðan sem við sjálf trúum að gildi á göngunni með Jesú. Þetta er það sem ég er búinn að sjá, þetta er það sem ég hef reynt aftur og aftur, að menn og konur sem blína á menn, aðra menn, og gera að sínum Guði, til munu falla með sínum Guði þegar hann hrynur á stallinu, því að hann mun gera það, mundu það. Og hvað gerir þú þá? Þú ferð í kör og leggst út af, og dettur í þunglindi og aumingjaskap eitthvað. Af hverju? Af því þú tókst ekki rétt á þessu. Af hverju tókst ekki rétt á þessu? Ég veit það ekki. Ég veit bara að svona er þetta í allt og mörgum tilvikum. En ég segi, það þarf enginn að fara með sjálfan sig þangað. Það geta allir tekið afstöðu með Jesú og sagt, hei, sama hvað gerist, þá ætla ég að fylgja Jesú. Og þetta er góð ákvörðun, því að þú munt, takk þetta er því sem ég segi, þú munt þurfa að taka ákvörðun hvað þú vilt gera. Jó, sá sem var á stallinu þínum, hann er farinn. En sá sem er á stallinu mínum heitir Jesús og hann er ennþá. Þannig að sama hvernig gengur og veltur og skelfur og hristist í kringum mig, þá er Kristurinn sami. Þú ætlar að fylgja honum. Já, menn fara að koma. Og menn gera alls konar. En þú ætlar að fylgja honum sem gerir það sem hann segist vera. Og ég les allt það í Biblíunni. Þannig bara er það. Þannig ég er án afsökunar. Kennslan, hún verður að miða við það að ég
horfi daglega á Jesú og er það erfitt verk, er það flókið verk að horfa daglega til einhvers einstaklings? Já, ég spyr þig, er það erfitt? Ég held að það sé ekkert erfitt. En þú verður að vera þarna og þú verður líka að vera með fókusin þó á þessum einstaklingi sem þú veist hefur trúað í hjartaðinn að sé að hann sé en uppreisni Jesús sem dó á krossi og þú munt lifa fyrir. Þú átt átrúna góð í mannheimum og ég er ekkert að segja neitt um það, þú mátt að þú nennir því. En þeir fara allir. Þeir hrynja allir. Þeir veltum og stöllum sínum. Og þú kannski ætlar að velta með þeim bara þeirra leið. Af hverju? Það hrundi allt hjá þér þegar það hrundi á viðkomandi. Hvers slags líf er þetta? Ef þetta er svona. Þetta er ekkert líf. Ef þú gast blínt svona svakalega á einhvern einstakling, þá lofa ég þér því að þú getur blínt með sama hætti á Jesú Krist því að þú trúir að hann lifi. Þannig sé ég drottin, ég sé augliti drottins hér og nú og ég veit að hann lifir. Og ég veit að hann er það sem hann segist vera og ég er að lesa í orði Guðs. Það er hann. Nei, vinur, ekki blína á menn og ekki setja traust ykkur á menn því að þeir munu falla og hrynja stöllum sínum alveg eins og þú. Hvað hefur þú ásett þér mikið í gegnum þitt líf? Og hvað ertu með ennþá í hendi af því sem þú ásettið þér að gera og byrjaðir með? Og hvað er það núna? Margt af því er hrunið. Margt af því komst aldrei til framkvæmda. Sumt af því var byrjað á en það var aldrei klárað. Og þú getur hrunið með þessu öllu saman. Þess vegna gerum við það er trúarinnar verk, að blína á hann sem er ekkert á þessum stað. Og ég vil bara sjá Jesú, setja hann sem minn hornstein og það hefur verið þannig frá því að ég frelsaði og hér er ég ennþá að blína á hann. Ekki menn, aldrei menn. Annað er að styðja menn. Það er allt annað mál. En þú setur, jafnvel þú styðjir þessa manneskju hinna, þú ert alltaf með rörsýnina á Jesú. Akkurri, að því þú ert búin að sjá það að hann er sá sem er verður. En við erum náttúrulega með fólki kringum okkur. Og Drottinn segir okkur að elska það. En hann segir okkur ekki að hengja hatt okkar á þá. Við setjum eigin hatt á okkar eigið höfuð. Því það er staðurinn fyrir hattinn sem við eigum, ekki annara höfuð. Og hver svo sem myndi gera það? Við þurfum að vita hvað við viljum. Við verðum að átta okkur á hvar við stöndum. Við þurfum ekkert að vera með líf okkur í lausu lofti þetta í dag og annað á morgun. Við þurfum ekkert að hafa þetta þannig. Og það er þetta sem við þurfum að vita. Það er þetta sem við þurfum að stíga út á, vera í og undir. Við verðum að bera ábyrgð á trúarlífi okkar sjálf. Við getum það. En hve mörg af okkur gerum það? Ég hygg að svarið sé nokkuð ljóst að manneskja sem áratugum saman er ennþá í eldi trúarinnar, hún hefur sett fót sinn á það landsvæði sem Drottinn sjálfur útlutaði henni og þar er hún. Þess vegna viðhelst eldurinn og þar er hún.
Margir sem hún hefur starfað með í gegnum tíðina, hvar eru þeir? Það veit það enginn sumt af þessu fólki. En þá var það í eldi, krafti. Svo einhvern veginn minnkaði eldurinn og hann er kannski bara glóð í dag. Af hverju? Að við sjáum aldrei Jesús eins og hann er. Hann skín í gegnum þetta allt. Og þetta er alltaf sama kennslan hjá Jesús. Horfiði til mín. Elskiði fólk, en horfiði til mín þegar ég stend eftir sama hvað gengur á. Og áratugum seinna eru menn og konur í þessum eldi sem vorum að tala að það hefur verið að gera þetta rétt. Það er fullt af hlutum sem við þurfum að deyja. Þurfum að hætta að vera undir. Því að þeir eru ekki þess virði að vera undir því. Það er ekkert líf, kæri vinur, að hengja hatt sinn á annarra manna höfuð. Svo fyrir utan það, akkur er ég að kaupa mér hatt og hengja hann alltaf á hausina á næsta manni. Ég myndi bara setja hann á mitt eigið höfuð, því þar er fatnaðinum ætlað að vera. Hinn getur bara keypt sér sinn hatt sjálfur, ef hann vill vera með hatt. Ég og minn, og þetta fallega höfuð sem sér þér, mun bera þann hatt. Ekki þú fyrir mig. Enginn fyrir mig. Jesús og ég erum í samfloti. Þetta er styrkur trúarinnar. Þetta er styrkur minn og þetta verður styrkur þinn, sértu á þessum stað sjálfur og sjálf. Og þú getur séð þetta fólk út úr, eins og vonum að tala áðan. Áratugum seinna er þetta fólk ennþá í eldi trúarinnar. Hefur ekkert og aldrei veiklast í sinni trú. Og ég segi þér það, þetta er óvinnandi vegur nema að því einu að viðkomandi hefur borið gæfu til að horfast í augu við Jesús á hverjum degi. Þetta fólk er ekki, aldeilis ekki, að hengja sig á aðra manneskju. Það er það sem gefur fólki styrk og kjark til þess að halda áfram, taka skrefin sín vegna þess að viðmiðin, þau eru rétt. Þau get ekki verið rétt ef þú ert með breyska manneski eins og þú ert sjálfur og sjálf sem þitt viðmið í trúargöngunni. Það getur ekki verið rétt viðmið. Allir hrösu við margvíslega. Þetta segir sjálft orðið. Allir hrösu við margvíslega. Ef við erum með hattir okkar á þessum haus og hinum, að því okkur finnst hann svo svakalega flottur. Það getur vel verið, hann sé alveg óumræðilega flottur. En samt hrundan af stallinu sínum. Og skildi þig eftir, umkomulausan, munaðalausan, og áttaviltan, og þú vissir ekkert í hvað þú áttir að fara. Hvar ætli Jesús sé þegar þetta er uppi hjá mönnum? Allar sé ekki að veifa, hei, ég er hérna, vill ekki bara koma til mín? Nákvæmlega, förum til hans. Setjum augun okkar á hann og ég lofa þér því að þetta auglit hans verður alltaf fyrir þínum augum á meðan þú ert enn uppi standandi. Já, þú sér þetta fólk allt í kringu þig. Þetta er fólkið sem enn er í eldi baráttuna. Það eins og þú sem ert komin á einhvern aldur hefur séð svo margt gerast. Hefur séð svo margt fólk koma og fara. Séð þess að hringa vitleysu í kringu sig allt sitt trúarlíf jafnvel meira og minna.
En það er ekki vegna þess að það er svona frábært, heldur vegna þess að það hefur lært þá leksíu að treysta Jesús og hafa augliti hans fyrir sínum augum. Ekki bara endurum og sinnum, heldur á öllum tímum er þetta svona. Þetta er kennslan sem við þurfum að setja upp. Og við svo sem við gerum þetta og byggjum alls konar undir þessa sýn, og það er gott, en ég þarf að átta mig á því að mín augu þurfa að horfast í augu við Jesú Krist. Mín andlegu augu þurfa að sjá auglit Jesú Krist. Og þá er þetta samband hreint og tært, og eins og við vorum að tala um áðan, sama hvað gerist, sama hvernig njörð titrar og skelfur, þá ertu ennþá í þessu augn sambandi við Herraðinn. Og þá er aldeilis útilokað að þú sért með hattinn þinn og hausnum á okkur öðrum. Nei, þú ert bara með hann á þínum eigin haus og kannt ágætlega við það. Og þú treystir Jesús og kannt ágætlega við það. Þú veist að hann er lífið og kannt ágætlega við það hugsun. Og þetta er góð hugsun. Þetta er rétt hugsun. Svona skal trúaður maður hugsa, tala og lifa eftir. Þetta er honum boðið. Maður? Nei takk. Ekki ég. Ég fylgi ekki manni. Kannski fylgdi ég manneskju. Það var meira þá að ég var ungur og óreyndari heldur en ég er í dag. Kannski dró ég menn upp til skýjana í einhverjum hillingum. En það var á meðan ég var óreyndur maður og hélt að þetta væri öðruvísi en það er. Svo sagði ég, hei, ég stend jafnfætis þessu fólki. Ég þarf eitthvað annað en þetta til að miða mig við. Og þá kom Jesús. Og ég miðaði mig við hann. Hann heldur krafti og þrótti í mér. Af því að ég er í augnsambandi við hann. Og það getur þú líka. Það getur þú allir og meira. Drottinn ætlast til þess að þú sért í þessu augnsambandi við sig. Sem segir, hei, ekki hengja hattinn á fólk því þú munt verða fyrir vonbrigðum. Og þú getur farið yfir söguna. Röð vonbrigða hjá fólki, mönnum og konum, sem fóru þessa leið. Við sjáum þetta gengur ekki. Þetta er ekki rétt leið og þetta er ekki það sem að Kristur er að boða. Þess vegna þarf ég og við að byggja upp okkar eigin trú í okkar eigin trúarhjarta sem blínir á Jesús. Af allri þvælunni, af allri vitleysunni og beint á Jesús. Eins og vorum líka að tala um að fólk sem gerir þetta er fólki sem stendur eftir og hefur aldrei farið neitt. Það er frumkirkjan. Frumkirkjan fylgdi boðskap Jesús út í ystu æsa. Hún fór aldrei neitt. Hún starfar í þér, hún starfar í mér sem erum að í erli dagana og hefum gert í áratugi. Þetta er frumkirkjan. Þannig hún hefur aldrei farið neitt. En við kannski ekki alveg að sjá hana þannig, svona, að því það vantar svo mikið upp á hjá okkur að við sjáum raunveruleikann eins og hann er. Við sjáum ekki þetta fólk, menn og konur, sem eru í vakið og sofið í þessari boðuna starfsemi í hvaða formi sem að þetta er að gerast í dag. En þetta fólk er út um allt. Litli kyndlar út um allan heim. Það er frumkirkjan.
Þú sér það, hún starfar enn. Kristur stendur nefnilega við sitt. Við erum að tala um ykkur hópvakningu. Og þetta eru orð sem ég er búin að heyra alveg síðan ég frelsaðist. Hópvakning. Og stundum höfum við að séð aukningu í mætingu og slíku. En svo hefur þetta dottið alveg niður á milli. Fólki er að fara í sumar. Þetta taka sér frí, rósa. Af hverju? Því fólk er ekki með þetta augnsamband við lifandi Guð. Þá kemur allt þetta upp. Aðeins það er rosalega gaman að út á Spáni. Þetta er alveg þetta ræmur þessu spát. Kannski. Hvar viltu staðsetja þig? Er ekki alveg draumur að horfast í augu við Jesú? Viltu einhvað frekar heldur það? Ég strangt til tekið vill það ekki, nei. Ég get alveg hugsað mér að fara til Spánar. Ég get vel hugsað mér að taka mér eitthvað frí. Og dvelja annars staðar tíma. En ég færi þá alveg pottið með það hugafar að auglýð drottins fylgir mér. Því get ég lofað þér. Þannig að þú getur gert hvað sem þú vilt. Og ef þú gerir þetta með réttu hugafari, þá líka vextu á hverjum degi eins og þú hefur verið að gera, ekki gleyma því, það hefur margt áunnist. Og sama hvar þú ert, það er þetta augnsamband til staðar. Þetta er það sem að Drottinn vill gefa okkur. Þetta er það sem hann hefur gefið mér. Og þetta er það sem hefur haldið mér á floti í þessi yfir 30 ár. Ég er ennþá í þessum eldi sem kviknaði þegar ég endur fættist. Hann hefur aldrei farið neitt. Og ég veit að Drottinn staðfestir þetta sem hér er sagt. Hann getur líka staðfestir þetta fyrir þig vegna þess að þú ert hans manneskja. Og hann hefur ekki séð eftir neinu, hvorki með mig eða þig. Ef hann hefur séð eftir einhverju með þig, þá get ég alveg eins rekna með því að svo sé einnig með mig. En þetta er ekki það sem hann segir. Ég sé ekki eftir neinu, segir Drottinn. Hann veit allt, alla okkar breyskleika. Hann veit að við bregðustum hér og hvar. Hann veit að þetta augnsambandi segir ekkert alltaf þetta augnsamband sem hann vill sjá. En ég segi, þjálfum okkur í þessu augnsambandi við hann. En þú gerir það ekki jafnframt því að vera með menn í einhverjum sætum sem eiga ekkert að vera í. Þá gerist hitt aldrei. Nei, þú þarft að fjarlæga þá úr sínum sætum. Þú segir, hei, þeir eru ekkert merkilegri en ég og heldur ekkert ómerkilegri. Þeir eru bara menn eins og ég. Og ég breyti því miður ekkert alltaf rétt. Og þeir gera það líka. Jafnir maðurinn og kona sem ég er með á stalli. Þetta gengur ekki. Jesús stendur eftir. Hann er kletturinn eins og orðið segir sjálft. Hann er kletturinn sem haggast ekki. Og mun aldrei haggast. Hann er ekkert að fara neitt. En þú, hvaða pælingar eru hjá þér? Ert þú að fara eitthvað? Ég segi fyrir mína parta að ég er ekkert að fara neitt. Hvar sem ég, það er Drottinn líka. Og svona hefur þetta verið allar götur. Og ég þakka Guði fyrir það
Hann gaf mér strax að sjá þetta svona. Já, þetta er gjöf sem ég þarf að minna mig á að þakka fyrir. En þetta er staðan. Í þessum eldi hef ég gengið. Að því ég leyft trúnni minni að vaxa, virkjast og vera það í mér sem hún á að vera. Þá verður þetta augnsamband æ sterkara. Og það að vera í þessu nána samfélagi við Krist getur þú. Ef ég get það, þá getur þú það líka. Og hver er lykillinn að þessu? Það er að taka ákvörðun að hafa þetta svona. Og þegar þetta er komið á þennan stað, þá lofa ég þér því að ýmislegt fellur til hliðar. Sem áður kannski hafði eitthvað stað sem átti ekki að hafa. Og allt þetta fellur til hliðar og allt í einu er þetta allt lagt á jörðina, má segja, og eftir stendur hann sem á að ríkja og ráða og ræður í þínu lífi ef þú vilt það. En þó þú hafir þetta svona, taki mannin til hliðar sem að þú varst með á stalli, þú varst ekki að missa neinu. Eina sem þú stendur eftir er þessi vissa þín að Kristur sé það sem hann er. Og ég lofa sjálfum mér og okkur öllum því að á þessu þurfum við að halda. Hann er númer 1. Við segjum þetta. En ég segi, hann er númer 1. Þetta setur aðra mynd á alla í kring. Og þú fer að elska þetta fólk vegna þess að Drottinn elskar það. Og þú ferð að læra það að elska það sem Drottinn elskar. En elskar það sem Drottinn elskar? Er það? Ertu alveg viss það? Ég veit ekkert það. Ég veit allavega að það sé svoleiðis hjá mér. Og ég get auðvitað ekkert svara neitt nema fyrir sjálfa mig að þessu leyti rétt eins og þú fyrir þig. Því ég veit ekkert hvað bærist í kolli þínum eða hjarta. Frekar að þú veist hvað bærist í mínu kolli og mínu hjarta. En Drottinn veit það. Hann er með þetta allt fyrir augunum á sér í þessum töluðum orðum. Og þetta er gríðarleg trúarvissa að vera á þessum stað með sjálfan sig. Maður á þessum stað sem veit að Drottinn sér er ekkert að reyna neitt feik. Þú gerir ekkert, jafnvel þó enginn sem horfa á þig, sem þú myndir ekki gera hvort þið er ef ykkur sæi. Drottinn er að horfa. Drottinn heyrir, meira að segja þangan hjá þér. Hann er allt í öllu, alltaf. Og þetta er rosalega öflug trúarvissa sem þú færði í þitt hjarta þegar þú ert komið með sjálfan þig á þennan stað að svona er þetta og Drottinn segir þetta sjálfur að þetta sé svona. Og Davíð í Sálmánum tekur undir þegar hann segir þegar ég sitt þá veistu það, þegar ég stend þá veistu það. Þetta er svo uppgötvun sem Davíð gerði. Sá, hefur þú gert þessa uppgötvun? Ég hef gert hana. Og ég segi að þetta var rosaleg trúar styrking fyrir mig. Rétt eins og maður les í Sálmum Davíðs, er það ekki Davíð hann sem skrifaði þetta? Því að hann segir þetta af sinni trúar sannfæringu, vissu, svona er þetta, hefur hann sagt. Það er margt sem við getum byggt upp í okkur sem ætlar að hindra það í okkur að við leyfum sumu að valsa í okkur vegna þess að það er enginn að horfa á. Það er nefnilega einn sem er að horfa á. Og hann er ekki að því til þess að njósna þig. Hann er að því til þess að þú vitir að þú ert ekki eins einn
og þú hyggur þá og þá. Og þetta lækkar í okkur rostan. Hérna er eitthvað. Ég vantar alveg svakalega þetta maður. Heyrðu þetta bara, það sér þetta enginn. En trúin segir nei. Drottinn er að horfa á. Og þú hættir við það. Hún biður drottinn afsökunar á því að þetta skyldi hafa gripið þig. Þannig við þurfum svona tæki til þess að koma okkur í skilningum að drottinn þarf að vera númer 1, 2 og 3. Hann segir, hei, já, ég samþykki það að þið vantar þetta. Núna skaltu bara fara og kaupa þér það. Já, það er kannski betra. Og ég fer og kaupi mér þetta. Og hér er það. Og ég nota það. Og það gerir það sem það átti að gera, en ég kannski ætlaði að stela. Af því að ég var einn, það sá enginn. Sjáu ekki að drottinn er vakinn og sofinn yfir lífi okkar. Og hve oft ertu einn? Það fer eftir því við hvað aðstæður þú lifir, en ég lofa þér því, og þú veist það jafn vel og ég, að oft ertu einn og ein. Oft ertu einn og ein. Og það er á vissan hátt hættustaður, vissan hátt, því að ef þú vinnur ekki rétt með þetta, þá fer hugurinn að valsa með þig. Og hann er alls konar. Hann er ekki alltaf uppbyggjandi, en stundum er það. Hann er stundum niðurdrepandi afl, og það veistu jafnvel og ég. En stundum skrúar hann sig upp. Það er í einverinu sem þetta er meiri hætt á þessu heldur en inn á meðal fólks. Samfélag heitir það. Sumra er siður að vanrækja sína safnaða samkomur, segir orð Guðs. Og þetta þekkjum við. Þetta hefur við séð. Og sumrum koma fáir okkur. Það eru nú eiginlega bara í flý, svona smá flý, rökkuðu síðan út úr landsanna. Það er ætla nú að fara á stundir bara þarna úti. Ekkert mál með það. En svo gera þær það ekki. Veistu af hverju? Af því að augnsambandi við Guð er ekki þetta augnsamband sem þið segja. Jafnvel halda. Trúaravísan er ekki þetta rótfasta afl í þeim sem þið vildu að væri og segja að sé. Samt láta þær allt þetta eftir sér. Fara þetta og fara hitt. Það er ekkert bannað, það er ekkert bannað. En drottinn er núna orðin einhver afgangsstærð. Þetta augnsamband sem maður vill hafa öllum stundum er ekki lengur uppi. Það er þetta sem þarf daginn út og inn að vera í lagi. Þá er þitt líf með Kristi alltaf í lagi. Og ég veit að þú vilt það, sem trúum manneskja. Ég veit það að því ég vil það sjálfur fyrir mig. Og drottinn hefur blessað mig með þeirri vinnu að þetta er búið að vera svona allengi hjá okkur. Og ég segi þér, ég fylgi ekki mönnum. Annað er að styðja fólk, en ég fylgi ekki mönnum. Aldrei, og hefur reyndar aldrei gert. Auðvitað styð ég sem trúaður einstaklingur þá sem að fara fyrir starfi. Það ber mér að gera, en ég fylgi Jesú. Það hefur verið mín blessun fram til þessa dags. Og ég veit að verður áfram sama blessun því að drottinn breytist ekki neitt.
allt getur fokið austur og vestur í kringum mig. En Kristur er hinn sami. Þessa trú vill hann gefa þér. Viltu hana? Viltu þetta haldreipið hennar klett? Engi spurning. En hvað ætlar að gera til að þetta verði? Ég hef engi ráð fyrir þig, en ég veit að Drottinn hefur þau. Og hvað meira? Spurðu hann hvernig þú eigir að gera þetta. Hann er nú ekki mikið að tala við mig, aumastur allra manna. Nákvæmlega aumasta mann allra manna vill hann hafa hjá sér. Því að líklega ef þú lítur á sjálfan með þessum hætti, þá áttu til svona vissa auðmýkt. Og Drottinn mun upphefja þig. Og hver er upphafningi? Þetta auglit. Daglega auglit þitt við auglit Drottins. Og allt sem áður heillaði þig og var á stöllum er farið. Hillurnar eru þarna, nú eru það rauðar, það er ekkert á þeim. Og þú segir, svona á þetta að vera. Einn er, og hann er lifandi afl á himnum, og hann er ekki á neinni hillu sem þú settir hann á. En það gerir fólk sem setur menn á stalla. Það setur það á ákveðna hillu sjálft. En því miður, þá félli viðkomandi af sínum stað. Já, hann féll af sínum stað. En það breytti engu fyrir þig, af því að þú heldur áfram að horfast í augu við Jesús. Þannig þér varðar ekkert þetta. Þér kannski finnst þetta leitt og líklega, en þér varðar að öðru leyti ekkert þetta. Þú segir, ég ætla að halda mér á þeim stað sem Drottinn setti mig á. Og þetta er ákvörðun af trú og engu öðru. Engu öðru. Þetta er það sem að Drottinn vill segja við okkur í dag. Þetta er það sem hann vill kenna í dag. Hann vill þetta nær samfélag við sig, að hann vill ekki menn í þínu lífi og konur á stöllum. Hann einn á þennan stall og hann heitir Jesús. Hann lifir núna og þú getur séð auglitans núna. Og sá og sú sem tekur þessa afstöðu mun aldrei hressa. Er hægt að lifa svona trúarlíf? Ég fullyrði að þetta er hægt. Ég fullyrði það. Og ég hygg að mörg af okkur séum einmitt á þessum stað. Við vorum að tala um menn og konur sem áratugum seinna er ennþá í þessum eldi trúarinnar. Það gerði þetta svona. Þannig við getum lært hvort af öðru. Við eigum að læra þá af þeim fólki sem hefur verið lengi við þetta og verið lengi á staðnum, af því að það fór aldrei neitt. Horfum á þetta fólk. Ef við viljum horfa á fólk. Ég segi, ræktaðu þetta samfélag prívatið þig og Krist. Og þú verður ekki fyrir neinum skakkaföllum. Tré svignar til hægri og vinstri. Það haggar þér ekki neitt. Kannski smá óþægilegt, en ekkert meira en það. Að því þú tókst þér rétta ákvörðun, hún fólst í að vera með þig og Krist saman í samfélagi. Og þegar þetta er komið á, þá er allar líkur að allt annað sem Kristur er að boða sé þitt hlutskipti. Og þú ræktar þína samfélagsstundir. Sem er eitt af lykil atriðunum til þess að vera og halda velli á þessum trúarvelli.
Var að gera þetta sem Kristur er með, einmitt til þess að þetta gerist, að þessi völlur að sé áfram þinn. Við vitum að margt hefur gerst. En ég segi, það þarf ekki að gerast hvorki hjá mér ni þér. Við erum ekkert að tala neina staðlausu stafi hér. Við erum að segja sannleikan að því við erum fólk sannleikans. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja extra bæn fyrir þessu.